eiginleikar sem milljónamæringar búa yfir. Milljónamæringar nota allan daginn. Þeir taka mistök og breyta þeim í tækifæri. Eða þeir grípa annað tækifæri og auka möguleika þess, bæta form og innihald. Milljónamæringur í mótun einhver sem grípur alltaf til aðgerða. Kjarni milljónamæringa sálræn óþægindi vegna aðgerðaleysis, hann getur ekki setið kyrr. Það óþægilegt eða óþægilegt fyrir hann að sitja aðgerðalaus. Sér hver sjálfgerður milljónamæringur hlustar á tækifæri. Spyrðu milljónamæringin hvenær bestu tíminn til að hefja nýtt verkefni og hann mun svara, strax. Hinn almenni frumkvöðull hlustar hins vegar á hvað að eða á ástæður þess að eitthvað virkaði ekki. Milljónamæringurinn hefur masterplan. Ekki hægt að skipuleggja allar smáatriði framtíðarinnar fyrirfram, en slíkt fólk hefur hugmynd hver næstu skref þeirra verða. Þetta fólk hefur sýn á hvað það ætlar að gera í þessu lífi. Hvar sem þeir eru, reikna þeir og skipuleggja allt. Milljónamæringar öruggir réttinn til eigin veskis. Ertu góður með peninga? Ef fólk meðhandlar peninga sem eitthvað neikvætt og óhreint eða telur sig ekki eiga rétt á þeim, þá hefur það mikið af því sem ég kalla fátæka mannsins hugsanir og slík hugsun mun eyðileggja jákvæða karaktereiginleika sem gætu hjálpa því að ná árangri. Sjálfskipaðir milljónamæringar telja sig vera peninganna sína verðugir og nota þá á réttan hátt. Milljónamæringar kannast við atvik og bilanir, þó eru þeir óhræddir við að taka áhættu. Fólk sem hefur þénað milljónir á eignum sínum ágengara í fjárfestingum en þeir milljónamæringar sem þeir hafa erft. Oft má flokka sjálfskipaðan milljónamæring sem þorværan og hagsýnan einstakling sem veit hvað hann að gera. Þegar öllu á botninn hvort töldu þeir hvern dollara, fylgdust vakandi með vexti tekna og auknu fjármagni. Sjálfgerð manneskja hressari og veit að til að velta og margfalda peninga þarf maður að taka áhættu. Þeir sem hafa erft peninga einbeita sér frekar að því að spara þá. Milljónamæringar finna leiðir til að græða peninga á því sem þeir elska. Fólk með hugarfar hugsanlegs milljónamæringa mun finna leiðir til að breyta hæfileikum sínum eða ástríðum í hagnað. Hugsaðu þér til dæmis sem kennara sem nýtur slíks starfs. Ef þú hefðir hugarfar milljónamæringa, myndir þú byrja að græða peninga á uppáhaldsvinnunni þinni. Segjum að ef þú ert frönsku kennari, þá gæti röð af fræðslu snældum fyrir börn eða fullorðna hámarkað tekjur þínar. Hvað sem þú hefur brennandi áhuga á þessu sviði verður auðveldara fyrir þig að vinna sér inn peninga. En þú verður að hafa brennandi áhuga á vinnu þinni og fjármagnssköpun. Milljónamæringar eiga marga stuðningsmenn. Nei, þetta ekki fólkið sem mun yfirgefa þig leið og fjármunir þínir klárast. Milljónamæringar umkringja sig fólki sem trúir á þá og styður hugmyndir þeirra. Flest fólk í sínu nánasta umhverfi heldur fólki eins og mítlunum fast í fótinn. Þetta fólk trúir því ekki á velgengni yfirmannsins og svartsýnt. Þú þarft ekki að gefast upp á svona sambandi til að vera leiðtogi, þú þarft einhvern til að hjálpa þér að komast áfram til lengri tíma litið. Milljónamæringar vita að þeir gætu byrjað upp á nýtt. Slíkt fólk lítur á vinnu sem eitthvað sem aðeins hluti af þessu lífi og það efast ekki getu sína til að afla tekna. Næstum allir milljónamæringar mistakast í fyrsta verkefni sínu og koma svo aftur og standa sig vel í annarri tilraun. Ein af fjármálapersónugerðunum kölluð Master of Money. Fólk sem af þessari tegund sagði mér að ef það tapaði fjármunum sínum myndi það ekki hafa of miklar áhyggjur því þeir myndu strax hefja viðskipti sín aftur. Hinn venjulegi frumkvöðull af annarri gerð. Hann hefur tilhneigingu til að búa til, missa stundum og endurtaka eitthvað.